Hvað gerist í kjarnorkuveri? Frumeindir eru misstórar. Þótt öll efni séu í grunninn úr sömu einingunum, róteindum, nifteindum og rafeindum, þá er mismikið af þessum eindum í mismunandi frumefnum. Og stundum geta þetta sama frumefnið haft mismargar frumeindir. Misstórar frumeindir sama frumefnis kallast samsætur eða ísótópar. Sumar frumeindir eru geislavirkar. Þá eru þær óstöðugar, þær senda frá sér orku, ýmist sem alfa, beta eða gamma geisla. Í raun er gott að hugsa slíkar frumeindir eins og atóm sem eru við það að detta í sundur og detta síðan í sundur. Það var Einstein sem fyrstur benti á að það er ofboðslega mikil orka sem býr í efninu. Hann reiknaði út að til að finna orkumagn efnis þá var hægt að nota jöfnuna E sama sem m sinnum c sinnum c eða E sama sem mc í öðru, þar sem E táknar orku, m táknar massan og c táknar hraða ljóss. Þetta þýðir að í 1 kílói af massa, skiptir engu máli hvaða hlutur það er 9 sinnum 10^16 júl af orku. Svo mikil orka myndi duga venjulegu heimili í rúmlega 4 milljón ár ef hægt væri að nýta hana alla. En það eru aðalega 2 leiðir til að reyna að ná svona mikilli orku úr efni. Sú fyrri kallast kjarnasamruni og sú síðari heitir kjarnaklofnun. Í kjarnasamruna þarftu 2 kjarna sem þú þrýstir saman af svo miklu afli að þeir verða að einum stórum kjarna. Stóri kjarninn er alltaf aðeins léttari en litlu kjarnarnir laðið saman og afgangurinn breytist í orku. Sólin virkar svona, en menn hafa ekki ennþá náð að framkalla kjarnasamruna á jörðinni að neinu marki þó tilraunir standi reyndar yfir. Kjarnaklofnun er það síðan þegar að stór frumeind er klofin í nokkrar minni. Það er yfirleitt gert með því að skjóta minni frumeind eða öreind á stóru eindina sem splundrast við það og eindin hún tapar nokkru af massa sínum sem breytist í orku. Og það er þetta sem er gert í kjarnorkuverum. Og til þess þarf stórar óstöðugar frumeindir og langbest er að nota úraníum. Úraníum er sótt í námur, þetta er gríðarlega þungt frumefni og í raun og veru þyngsta frumefnið sem að finnst í náttúrunni. Það er til í nokkrum útgáfum, mismunandi samsætur, sem eru misstöðugar og það er úraníum 235 sem er samsætan sem kjarnorkuver snúast um. Ef maður skýtur lítilli frumeind á úraníum sem inniheldur nóg af úraníum 235 getur orðið keðjuverkun. Þá splundrast úraníumið og litli partar af því geta lent á næstu úraníumsameindum sem splundra þeim og svo koll af kolli. Og ef þetta gerist nógu oft þá er maður komið kjarnorkusprengju. En í kjarnorkuverum er vatn notað til að hægja á klofnuninni og auk þess eru notaðar útgáfur af úraníum sem er ekki alveg eins ríkar af úraníum 235 eins og sprengjur eru. En þrátt fyrir það að menn hægi viljandi á klofnuninni, þá myndi úraníum fljótt verða svo heitt að það myndi bræða sjálft sig og umhverfi sitt og þess vegna þarf vatnið og í neyð er síðan hægt að stinga kolefnisstöngum inn í kjarnakljúfin til að draga í sig enn meira af hitanum og orkunni og við það kólnar það. Þannig að eldsneytið í kjarnorkuverum er umlykið vatni og síðan eru kolefnisstangir sem að geta sogað í sig hitan í neyð. Og í kjarnorkuslysinu í Tjernobyl, sem er mjög frægt, að þá tóku menn allar stanginnar upp úr ofninum og við það var hiti svo mikið að í raun og veru kjarnakljúfurinn bráðnaði og geislavirkefni komast út allt. Í kjarnorkuveri er síðan þessi hiti frá kjarnakljúfurinn notaður til að hita vatn þangað til það síður og mynda gufu og þessi gufa er síðan látið snúa rafal og orkan fer frá kjarnorkuverinu sem rafmagn eða raforka. Og eina mengunin á að vera vatnsgufa, hrein vatnsgufa, en það er ekki alveg svo einfalt vegna þess að úraníum er takmörkuð auðlind, það þarf að sækja það í námur og meira að segja þegar búið er að nýta úr því orkuna þá situr maður ennþá uppi með geislavirkan úrgang, efni sem senda frá sér varma og aðra geislun og það er ekkert ílát til sem myndi duga fyrir slíkan úrgang að eilífu fyrr eða síðan þá nagar geislavirknin sig í gegn.
og þess vegna hafa menn beitt ýmsum ráðum til að reyna að losa sig við geislavirkan úrgang og grunur er að mikið magn af úrgangi hafi verið sett í tunnur og sökkt niður á hafsbotn á síðara hluta 20. aldar. Bandaríkjamenn þeir grafa göng inn í fjöll og stinga úrgangnum þar en í einhvern tíma áður en að úrgangurinn er fjarlægður þá er hann geymdur í kjarnaverunum sjálfum og það gerðist til dæmis í kjarnorkuverinu í Japan, í Fukushima, að það var jarðskjálfti og geislavirkt mengað vatn komst í snertingu við umhverfið.